Mesta hættan ekki ílskan sem leynist í skugganum, heldur falska ljósið sem blindar okkur. Hefur þú einhvern tíma velt því fyrir þér hvort leiðin til Guðs gæti sannarlega verið eins einföld og að velja hvaða leið sem er? Yfirlýsing páfans að öll trúarbrögð leiði til Guðs að hrista undirstöðu trúar milljóna. En þessi djarfa staðhæfing í samræmi við það sem Biblían kennir? Eða erum við að verða vitni að skipulagningu fyrir eitthvað mun meira villandi? Í dag munum við kafa djúpt í þessa umdeildu fullyrðingu og afhjúpa falin sannleika á bakvið hana. Hvað ef verið að snúa öllu sem þú hefur trúað hjálpræði og tilbeiðslu á lúmskulegan hátt? Erum við að sjá uppfyllingu fornra spádóma sem vara við stórkostlegri blekkingu? Þetta skref í átt að alheimstrú? Og hvað þýðir það fyrir þá sem halda fast í trú sína? Þetta eru spurningar sem við munum kanna. Í lok þessa myndbands muntu ekki bara hafa skýrari skilning á því hvað yfirlýsing páfans felur í sér í raun og veru, þú munt afhjúpa hið sérstaka merki sem Biblían spáir fyrir sem sýnir hversu nálægt við erum mikilvægu augnabliki í sögunni. Treystu mér, þú munt vilja vita þessi mikilvægu smáatriði eftir því sem málin þróast. Vertu hjá mér, því sannleikurinn kannski ekki það sem þú býst við, en það eitthvað sem þú þarft að vera tilbúin fyrir. Yfirlýsing páfans. Ímyndaðu þér að þú standir á víðáttumiklu markastorgi, iðandi af fólki frá öllum heimshornum. Hver söðlu aðili heldur því fram að hans vara sé sú besta, hin sanna lausn á þínum þörfum. Ímyndaðu þér nú að þessir söluaðilar séu trúarbrögð. Hver og ein býður sína leið til að ná guðlegu takmarki, og svo mitt í þessu stendur ábyrjandi leiðtogi, við skulum segja páfinn, og lýsir yfir: allar þessar leiðir liggja til sama áfangastaðar. Það skiptir ekki máli hvað þú velur, þau leiða öll til Guðs. Þetta einmitt það sem við erum að sjá í dag. Páfinn hefur á ferðum sínum til staða eins og Singapúr og Indónesíu orðið ötull talsmaður þessara hugmyndar að öll trúarbrögð, óháð ágreiningi þeirra, leiði að lokum til sama Guðs. Hann talar við fjölbreytta hópa og býður múslimum, hindúum, búddistum og kristnum að safnast saman undir merki einingar. Á yfirborðinu virðist þetta vera falleg viðleitni, ákall frið og skilning í sundruðum heimi, en það felur í sig meira. Á þessum svæðum eins og Singapúr, sem suðupottur menningar og trúarbragða, öðlast þessi skilaboð gríðarlega athygli. Orð páfans hljóma í þessum fjölbreyttu samfélögum vegna þess að þau höfða til þrá mannsins eftir einingu og friði. Samt snýst þetta ekki bara að brúa bil milli nágranna. Það hluti af víðtækari áætlun sem nær út fyrir einfalda sátt. Yfirlýsing páfa að öll trúarbrögð leiði til Guðs í takt við stærri hreyfingu. Þetta ekki bara ákall samvinnu, það að leggja grunn að einhverju alþjóðlegu, einhverju viðtæku. Opinberunarbókin 13:3 lýsir þeim tíma þegar að allur heimurinn mun fylgja dýrinu, leiðtoga með mikil áhrif og vald. Þegar við skoðum yfirlýsingar páfans í gegnum þessa linsu, byrjum við að sjá hvernig þessi viðleitni snýst ekki bara frið, heldur að mynda sameinaða trúarlega vígstöð sem setur sviðið fyrir spámalega atburði sem spáð í ritningunni. Hugsað það, í heimi sem þráir einingu, þar sem átök koma oft vegna trúarlegs ágreinings, þá virðist persóna sem lofar að allar leiðir séu gildar vera eins og frelsari. Fólk flykkist að þessum skilaboðum vegna þess að það meðtekið og samþykkt. En Biblían varar okkur við slíkum blekkingum. Þetta eins og breitt hlið sem lítur vel út, en Jesús segir í Matteusi 7:13: gangið þrönga hliðið, því að vítt það hlið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar, og margir þeir sem þar fara inn. Hin breiða leið, þar sem trú allra samþykkt sem jafngild, kann að finnast rétt, en það ekki eins og Kristur kenndi. Þegar leiðtogar tala á stöðum þar sem fólk af mismunandi trúarbrögðum lifi nú þegar hlið við hlið,
byggja þeir upp eftirvæntingu fyrir þessa alþjóðlegu hugmynd. Þetta eins og að planta fræjum í frjóan jarðveg. Þessar hugmyndir skjóta rótum og breiðast út vegna þess að þær höfða til tilfinningar sátt og frið. En hvers konar samhljóm erum við að tala um? Er hann í takt við ritninguna eða víkur hann á lúmskulegan hátt frá sannleikanum? Boðskapur páfans passar inn í spámalegan ramma sem í takt við sín á sameinað trúarsvið. En þetta ekki ný stefna. Reyndar þetta sama leikritið og við höfum séð áður. Í sögunni sjáum við svipaðar tilraunir til að sameina trúarbrögð undir miðlægt vald. Markmiðið skýrt, koma öllum undir eina reglíf sem gerir það auðveldara að stjórna og stýra fjöldanum. Þessi sameining kann að líta vel út á yfirborðinu, en Biblían sýnir raunverulegt eðli hennar. Þannig að þó að þessi áköllum trúarsamstöðu kunni að virða skaðlaus, jafnvel göfug, þá eru þau hluti af stærri varhugaverðri áætlun. Við erum ekki bara að sjá mann sem stuðlar að friði, við erum að verða vitni að grunninum að alþjóðlegri hreyfingu sem passar við spámanlega viðvörun í Opinberunarbókinni 13. Þetta snýst ekki að sýna kærleika og skilning, þetta snýst að skipa völd og áhrif undir eina trúarlega og pólitíska heild. Þegar við höldum áfram munum við sjá hvernig þessi hugmynd ekki bara tilviljunarkennd hreyfing, heldur útreiknuð skref í átt að uppfyllingu alheims trúarbragða, kerfi þar sem ætlast til að allir falli að. Það mikilvægt að við skiljum hvað að gerast undir yfirborðinu, vegna þess að það sem gæti litið út eins og ljós gæti mjög vel verið skuggi sem leiðir okkur frá hinni sönnu leið. Mótsögn við kenningar Biblíunnar. Ímyndaðu þér að þú sért að ganga á þröngum, hlykkjóttum stíg í skóginum þar sem þú sérð varla hvað framundan, en þú veist að það áfangastaður sem bíður ef þú heldur áfram stefnunni. Allt í einu stígur einhver fyrir framan þig og segir: af hverju að fara þessa erfiðu leið þegar það eru svo margar aðrar? Það leiða allar á sama stað. Þetta hljómar vel, næstum freistandi, sérstaklega þegar leiðin sem þú ert á reynist erfið. En þú hikar því innst inni rifjað þú upp orð einhvers sem vísaði þér þessa leið í upphafi. Einhver sem sagði: þetta eina leiðin. Nýleg yfirlýsing páfans þar sem hann lýsti því yfir að öll trúarbrögð leiði til Guðs líkist þessari dæmisögu. Þetta þægilegur boðskapur og fyrir margar hljómar hann vel þar sem að allir fá að vera með. En við verðum að muna það sem Jesús sjálfur sagði í Jóhannes 14:6. Ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Þessi orð gefa ekkert pláss fyrir val eða hliðarbrautir. Jesús var ekki að tala eina leið af mörgum, hann var að tala einu leiðina. Leið hans þröng og sértæk sem stendur í beinni andstöðu við yfirlýsingu páfans. Hugsaðu þetta svona: ef Jesús einu dyrnar til föðurins, eins og hann heldur fram í Jóhannesi 10:9, ég dyrnar, sá sem kemur inn í mig mun frelsast, þá eru hverjir aðrar svokallaðar dyr eða leiðir falskar. Og samt fagnar heimurinn hugmyndinu margar leiðir, líkt og ferðamaður sem vill auðvelduleiðina. En sannleikurinn snýst ekki þægindi, hann snýst trúnað við það sem satt, sama hversu erfitt það Í Postulasögunni 4:12 finnum við annan skýran og óhagganlegan sannleika. Ekki hjálpræðið í neinum öðrum og ekkert annað nafn mönnum gefið víða veröld sem getur frelsað oss. Postularnir fylltir heilögum anda boða djarflega að hjálpræði sé ekki að finna í neinum öðrum en Kristi. Þetta snýst ekki þröngsýni, þetta snýst að skilja að sannleikurinn einstakur í eðli sínu. Ef það eru margar leiðir til að ná sama áfangastað, þá mikilvægi og sérstæða fórnar Krists dregin í efa, jafnvel hafnað. Nú skulum við bæta við þennan skilning með því að skoða 1. Tímóteusarbréf 2:5 og 6. Einn Guð, einn og meðalgangarinn milli Guðs og manna, maðurinn Kristur Jesús, sem gaf sig sjálfan til lausnagjalds fyrir alla. Það var vitnisburður hans á settum tíma. Hér engin tvískinningur,
Einn meðalgangari, ein leið. Þetta ekki bara í andstöðu við boðskap páfans, það í hrópandi mótsögn. Ef Kristur einn meðalgangari á milli mannkyns og Guðs, þá leiðir hver önnur leið okkur frá sannleikanum, sama hversu aðlaðandi eða innihaldsrík hún virðist vera. En hvers vegna væri mikilvægt að benda á þetta í dag? Hvers vegna skiptir þetta svona miklu máli núna, í heimi sem þrýstir á einingu og samstarf, hvað sem það kostar? Þetta þar sem við snúum okkur að spámanlegum viðvörunum ritningarinnar í síðara Þessalónikubréfi 2:3, þar sem við erum vöru við: látið engan villæður á nokkurn hátt, því að ekki kemur dagurinn nema fráhvarfið komi fyrst og maður syndarinnar birtist. Orð Páls minna okkur á að sá tími að koma og sennilega þegar kominn, þegar margir munu hverfa frá sannleikanum og taka við þægilegum og aðlaðandi blekkingum. Þetta ekki bara guðfræðileg umræða, þetta spurning líf og dauða, andlegan skýrleika á móti blekkingum. Þegar jafn áhrifamikil persóna og páfinn lýsir því yfir að öll trúarbrögð leiði til Guðs, ryður hann brautina fyrir hina miklu blekkingu sem Páll varar við. Þetta lúmsk lygi sem höfða til þrá okkar eftir friði, einingu og einfaldleika. En hún víkur fólki út af henni einu sönnu leið, þeirri leið sem Jesús sjálfur lagði. Svo rétt eins og ferðamaðurinn sem stendur frammi fyrir mörgum leiðum, verðum við að greina hver þeirra raunverulega leiðir að áfangastaðinu sem við leitum. Biblían skýr. Kristur eina leiðin og öll önnur leið, sama hversu lokkandi eða vel hún framsett, leið til andlegrar áhættu. Boðskapur páfans kann að virðast góður, en ef hann stangast á við orð Krists, þá það falskt ljós, fölsun sem dregur okkur frá sannleika fagnaðarerindisins. Spámannleg sýn á alheims trúarbrögð. Ímyndaðu þér í smá stund að þú standir á risastórum leikvangi, fullur af fólki frá öllum þjóðum sem talar öll tungumál, veifar öllum fánum. Spennan rafmögnuð. En svo stígur einn inn á sviðið og kallar eftir samheldni. Leggjum öll ágreining okkar til hliðar og sameinumst undir einum málstað. Það hljómar aðlaðandi, jafnvel göfugt, það ekki? En það undirtónn, fíngerð breyting frá fjölbreytileika til samræmis. Og þetta snýst ekki bara að koma saman, þetta snýst undirgefni við eitt yfirvald. Þessi sena gæti vist kunnuleg vegna þess að hún endurspeglar á margan hátt það sem við sjáum þróast á alþjóðavettvangi í dag. Biblían talar tíma þegar vald, táknað sem dýr, mun ná alþjóðlegum áhrifum og allur heimurinn mun fylgja því og tilbiðja það. Þetta ekki bara trúarlegt, þetta sameining borgaralegs og trúarlegs valds, kerfi þar sem andlegt og pólitískt vald verður óaðgreinanlegt. Eina leiðunum sem verið að kynna í dag í gegnum rit páfans Laudato Si. Á yfirborðinu það brýnt ákallum að hlúa að plánetinu okkar og höfða til allra trúarbragða og allra samfélaga að sameinast sameiginlegan málstað, umhverfisvernd, en innbyggt í þessum skilaboðum eitthvað annað. Ákallum alþjóðlegan hvíldardag sem þægilega í takt við sunnudagshelgi. Rit páfa gefur til kynna að með því að hvílast á sunnudeginum getum við gefið jörðinni hvíld, stuðlað að einingu fjölskyldunar og umhverfisins. Hugsaðu nú þetta í smá stund. Hugmyndin að taka einn dag til að hvíla hljómar gagnleg, en hvers vegna sunnudagur sérstaklega? Þegar við gröfum ofan í rætur þessara tillögu komumst við að því að þetta snýst ekki bara hvíld. Þetta snýst að styrkja ákveðna hefð og skapa fordæmi fyrir heiminn til að fylgja. Þetta snýst ekki bara trúarbrögð, þetta snýst að koma á samræmingaminstri sem fléttar saman borgarlegum og andlegum skildum á lúmskan hátt. Við vitum af Opinberunarbókinni 13 að vald dýrsins mun ná til alls heimsins og fólk verður knúið til að fylgja því valdi. Þetta ákall sunnudagshelgi snýst ekki bara að huga að sköpuninni, það snýst að færa fjöldan í átt að sameinuðu kerfi þar sem allir fara í takt við eina tilskipun.
Það er skref í átt að hnattrænni einingu sem rímar við þá alheimsstjórn sem dýrið sækist eftir. Tilkoma trúar og stjórnunar þar sem eitt yfirvald setur alla skilmála. Biblían varar við þessu í Opinberunarbókinni 18:4 og hvetur okkur: gangið út, mitt fólk, út úr henni, svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki plágur hennar. Það sem hér er vísað til er Babýlon, tákn andlegs ruglings og málamiðlana. Skilaboðin eru skýr. Þegar þessar hreyfingar þróast, þegar heimurinn safnast saman undir að því virðist velviljuðum fána, eru sannir trúaðir kallaðir til að vera aðgreindir, að skilja sig frá kerfi sem stangast á við skipanir Guðs. Þetta ákall aðskilnað er mikilvægt vegna þess að mynstur heimsins er að færast í eina átt, samræmi. Hnattræn áhrif páfans og sóknin í sameinað helgihald eins og sunnudagskvíld eru hluti af miklu stærri púsluspili. Púsluspil sem passar við spámanlega mynd af alheims trúarkerfi sem krefst hollustu, ekki bara í gjörðum heldur í tilbeiðslu. Svo að þó að leikvangurinn kann að virðast eins og hátíð sameiningar, þá er nauðsynlegt að greina hinn raunverulega boðskap. Biblían varar okkur við að láta ekki hrífast með mannfjöldanum, heldur að standa staðföst í sannleikanum. Þegar við förum lengra munum við kanna villandi eðli þessara samkirkjulegu hreyfingar og hvers vegna skilningur á þessum táknum er mikilvægur fyrir þá sem leitast við að vera trúir. Köllunin að koma út úr Babýlon er ekki bara viðvörun, hún er líflína fyrir þá sem viðurkenna þann spámanlega tíma sem við lifum á. Samkirkjufræði, jesúíta áhrif og stefnuskrá gegn siðbótum. Boðskapur páfans sem snýst einingu og bræðralag höfða til heims sem er örvæntingafullur eftir friði og sáttum. Á tímum þar sem trúar átök koma oft í fyrirsagnir, þar hljómar ákall hans vel hjá mörgum að koma öllum trúarbrögðum undir sama merki. Hugmyndin er einföld: leggjum ágreiningin til hliðar, komum saman og finnum sameiginlegan grundvöll. Það er boðskapur sem hljómar vel, næstum of vel, en hér er eitthvað meira að verki. Stefna Vatíkansins til að ná þessari einingu er ekki ný. Hún nær aftur til gagn siðbótarinnar, tímabils þegar kaþólska kirkja reyndi að endurheimta vald sitt gegn uppgangi mótmælendatrúar. Á þessum tíma var jesúítareglan mynduð. Þetta var ekki venjulegu trúarhópur, þetta var regla með verkefni, regla sem ætlað var að vinna gegn áhrifum mótmælenda umbóta sinnum og koma fólki aftur undir páfavaldið. Jesúítar voru ekki bara predikarar, þeir voru menntamenn, heimspekingar og ráðgjafar konunga. Þeir smeygðu sér inn í menntastofnanir og áhrifastöður, mótuðu hjörtu og huga fólks á lúmskan hátt. Þeir sýndu sig sem vini og bandamenn á meðan þeir unnu að því að stýra fólki aftur undir kaþólsku kirkjuna. Taktík þeirra var snjöll og stefnumótandi. Í stað þess að horfast beint í augu við mótmælendatrú, einbeittu jesúítar sér að því að blandast inn í, aðlagast og smá saman beygja hugan að sínu markmiði. Þetta mynstur hefur ekki breyst, það hefur bara þróast. Í dag sjáum við jesúíta taka virkan þátt á mennta- og pólitískum vettvangi, móta stefnu einingar með vitsmunalegum áhrifum sínum. Þeir eru í farabroddi samkirkjulegra hreyfinga og leiða samræður sem benda til þess að öll trúarbrögð geti og ættu að sameinast undir andlegri leiðsögn páfans. Áhrif jesúíta ná til stór viðburða eins og Vatíkan II sem endur mótaði nálgun kirkjunar á samkirkjunni. Vatíkan II opnar dyrnar til samræðina við mótmælendur og önnur trúfélög og mildar skilaboðin þannig að þau virðast móttækileg. En undirliggjandi markmiðið er það sama: sameina allt undir páfavaldið. Tungumálið færðist frá ágreiningi yfir í samvinnu, þannig að hugmyndin einingu virtist minna ógnandi og meira aðlaðandi. Tengjum þetta við Biblíuna. Í Daniel 3 finnum við söguna af Nebúkadnesar konungi og háu líkneski hans. Hann bað alla þegna sína að beygja sig og tilbiðja það og krafðist einingar samkvæmt einni tilskipun.
Boðskapur konungs snerist ekki bara tilbeiðslu, heldur að koma á stjórn hans yfir trú og hollustu hvers og eins. Fyrir Sadrak, Mesak og Abednego var ákvörðunin skýr. Þeir gátu ekki beygt sig, jafnvel þegar þeir stóðu frammi fyrir brennandi ofninum. Þeir vissu að sönn trú gerir ekki málamiðlanir, jafnvel undir þrýstingi til aðlugunar. Þessi forna saga talar beint til ákallsins einingu sem við sjáum í dag. Boðskapur páfa endurómar tilskipun Nebúkadnesars. Eitt ríki, ein tilskipun, ein tilbeiðslu athöfn. Þegar hann býður öllum trúarbrögðum að sameinast, hann ekki bara að stuðla að friði. Hann ýtir undir þá hugmynd að allir verði að heyra undir eitt andlegt vald. Fyrir trúaða þetta ákall til málamiðlana að beygja sig fyrir kerfi sem blandar saman öllum viðhorfum í eitt, sem á endanum eyðir hinum aðgreinda sannleika sem skilgreinir trú þeirra. Opinberna bókin varar okkur við krafti sem mun fá allan heiminn til að fylgja valdi sínu. Þessi samkirkjulega hreyfing, skipulögð með stefnumótandi áhrifum jesúita, ekki aðeins leitað einingu, heldur úthugsuð ráðstöfun til að draga allt undir andlega og siðferðislega stjórn páfadómsins. Hugmyndafræðin sem þeir nota aðlaðandi en villandi. Hún stuðlar að uppljómun, friði og samfélagi, en það eins og vínviður sem vafist hefur tré. Það lítur út eins og hann veiti stuðning, en í rauninni herðir hann tökin, mótar og stjórnar vexti trésins. Á þessum tímum standa trúaðir frammi fyrir vali sem svipað og hjá Sadrak, Mesak og Abednego. Munu þeir standa fastir á þröngum vegi sannleika Biblíunnar, eða munu þeir hrífast með í straumi víðtækrar sameiningar sem boðar málamiðlanir. Kall Biblíunnar skýrt. Í Opinberunarbókinni 18:4 kalla Guð fólk sitt út og segir: Gangið út mitt fólk, út úr henni, svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar. Það víti til varnaðar, að vera ekki hrifin af fölsku ljósi einingar sem krefst uppgjafar sannleikans. Þegar heimurinn heldur áfram að hallast að þessu eina trúarkerfi heimsins, verða þeir sem eru trúir orði Guðs að viðurkenna blekkinguna sem fyrir hendi Eftirsóknin að einingu undir forystu páfans og studda vitsmunalegum aðferðum jesúita ekki það skaðlausa ákall bræðralag sem hún virðist vera. Það stefnumótandi skref í átt að stjórn og samræmi, uppfyllingu spádóma og trúarprófraun fyrir þá sem leitast við að standa staðfastir. Greining á trúarbrögðum og mótsagnir þeirra. Samlíking páfans kann að hljóma aðlaðandi, sérstaklega í heimi sem metur samstarf og umburðarlyndi umfram allt. Það bendir til þess að sama hvaða leið þú velur, hvort sem það kristni, íslam, hindúismi, búddismi eða önnur trú, munt þú að lokum ná sama áfangastað. En við skulum staldra við og líta okkur nær. Þessi hugmyndum að alla leiðir liggi til Guðs stangast á við kjarnakenningar þessara trúarbragða sjálfra. Tökum til dæmis íslamska sýn á Guð. Í íslam Allah lýst sem algjörlega sérstæðum, án maka eða jafningja. Íslamska trúin hafnar staðfastlega hugmyndinni Guð sem föður eða son. Þetta grundvallar þáttur íslamskrar guðfræði. Allah yfir allt hafinn og hugmyndin að hann verði mannlegur eða í fjölskyldu sambandi litið á sem guðlast. Samt í kristni Guð ekki aðeins faðir, heldur hefur hann einnig sent enga son sinn Jesú Krist til að endurleysa mannkynið. Þetta engin smá munur, það grundvallar munur á því að skilja hver Guð Biblían segir okkur í Jóhannes 3:16: Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn. En kristni Guð í djúpum persónulegum tengslum við sköpun sína, sem í algjörri mótsögn við íslamska sjónarhornið. Sjáðu nú hindúatrú. Þessi trú snýst ekki einstakan Guð, heldur tekur til fjölda guða og gyðja. Reyndar þeir þúsundir. Það stuðlar að hringrás fæðingar, dauða og endurfæðingar, endurhólgun með endalegt markmið að sameinast allsherjar sál eða meðvitund.
Hugmyndin að sameinast í sameiginlega guðlega vitund stendur í beinni andstöðu við kristinn skilning á Guði, sem aðgreindur og aðskilinn frá sköpun sinni. Í 1. Mósebók 1:1 segir Biblían: Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Kristnin eingyðis trú, þar sem Guð skapari sálna, aðskilinn frá því sem hann hefur skapað, og þar sem hver einstök sál þekkt og metin af honum á einstakan hátt. Hvíldardagurinn og vaxandi þrýstingur fyrir sunnudagslöggjöf. Ímyndaðu þér að þú sért á ferðalagi, ferðast ókunnugt svæði. Þú rekst á skilti sem vísar þér til hvíldar á tilteknum stað sem framundan, stað þar sem allir aðrir virðast vera að safna saman. Það lítur vel út og flestir ferðamenn á leið þangað, en svo manstu eftir einhverju. Þú fékkst kort, leiðsögn sem bendir á annan afskekktari stað til að hvílast á. Eitt sem ekki merktur á opinberum skiltum. Valið stendur nú frammi fyrir þér. Fylgir þú mannfjöldanum og hvílist þar sem það henta þér, eða heldurðu þig við þá stefnu sem þér var gefin, jafnvel þótt það þýði að fara á móti straumnum? Þetta einmitt vandamálið sem trúa fólk stendur frammi fyrir í dag varðandi hvíldardaginn og þrýstingnum á sunnudagslöggjöf. Nýleg sókn páfans fyrir sunnudag sem hvíldardag ekki bara einangrað framtak. Það tengist beint inn í spámanlega frásögn sem hefur verið að þróast aldir. Það kann að virðast skaðlaust, jafnvel gagnlegt, en við verðum að líta dýpra og skilja þýðingu þess í gegnum linsu ritningarinnar. Biblían staðfestir hvíldardaginn með skýrum hætti í 2. Mósebók 20:8-11, þar sem Guð býður: Minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. 6 daga skalt þú erfiða og vinna allt þitt verk, en 7. dagurinn hvíldardagur, helgaður drottni Guði þínum. Þetta boðorð ekki bara uppástunga, það guðleg kennsla sem skaparinn sjálfur gefur. Hvíldardagurinn eilíft tákn milli Guðs og þjóðar hans, til marks þá sem kjósa að fylgja boðorðum hans trúfastlega. Sjáðu andstæðuna í málflutningi páfans fyrir helgihaldi sunnudags, sem hann tengir í alþjóðlegri sókn fyrir umhverfis og félagslega einingu. Í riti páfa Laudato Si leggur hann áherslu á mikilvægi vikulegs hvíldardags, sunnudags, til að hugsa umhverfið og stuðla að velferð fjölskyldunar. Á yfirborðinu virðist þetta vera göfugt málefni. Eftir allt saman, hver myndi ekki styðja hvíld í einingu fjölskyldunar, en það nauðsynlegt að viðurkenna hvað í raun að gerast undir þessari köllun. Breytingin frá staðfestum hvíldardegi Guðs til helgunar á sunnudegi ekki bara spurning þægindi. Það snýst að skipta lögmáli Guðs út fyrir mannlega hefð. Þessi hreyfing ekki tilviljunarkennd, hún bein uppfylling spádóma. Opinberunarbókin 13 varar við þeim tíma þegar allur heimurinn verður neyddur til að tilbiðja á ákveðinn hátt sem fyrirskipaður af mannlegu valdi frekar en guðlegum fyrirmælum. Framfylgd sunnudags sem alhliða hvíldardags samræmist þessum spádómi sem táknar breytingu frá frjálsri virðingu til skuldbindingar. Heimurinn kann að líta á þetta sem þrýsting á einingu, en ritningin sýnir það sem aðferð til trúarlegrar stjórnunar. Skoðum orð Jesú í Matteus 24:3 þegar lærisveinar hans spurðu hann tákn lokatímans. Jesús varar við blekkingum og segir: Varist að láta nokkuð leiða yður í villu. Hann heldur áfram að lýsa þeim tíma þegar falsbámenn og táknmunu birtast sem leiða marga afvega. Þrýstingurinn á sunnudagslöggjöf, klæddur sem umhverfis og mannúðarátak, eitt af þessum villandi táknum. Það fín gerð en samt öflug leið til að leiða fólk frá sannleika orðs Guðs og í átt að fölsku tilbeiðslukerfi. En hvers vegna sunnudagur? Hvers vegna ekki að halda hvíldardaginn eins og Guð ætlaðist til í upphafi? Þarna verður málið enn mikilvægara. Með því að breyta hvíldardegi frá 7. degi í þann 1. snýst valið ekki bara þægindi, það snýst yfirvald. Hver hefur vald til að breyta því sem Guð hefur stoppsett? Þessi breyting tilraun til að lyfta mannlegri hefð yfir guðlega skipun. Ráðstöfun sem leitast við að skipta út valdi Guðs fyrir vald páfa. Þessi breyting tengist einnig Opinberunarbókinni 14:12, þar sem við lesum þolgæði og trú hinna heilugu.
Hér reynir á þolgæði hinna heilögu, þeirra varðveita boð Guðs og trúna á Jesú. Hinir trúuðu eru skilgreindir sem þeir sem eru staðfastir í að halda boð Guðs, þar á meðal hvíldardaginn. Það eru þeir sem standa gegn öllum þrýstingi fyrir falskri tilbeiðslu. Jafnvel þegar allur heimurinn virðist vera á leið í gagnstæða átt. Í þessu ljósi sóknin fyrir helgihald sunnudagsins ekki bara val hvenær á að hvílast, það próf hollustu. Ætlum við að samræma okkur skýrum leiðbeiningum Guðs, eða munum við feta leið hentugleika, leið sem lítur aðlaðandi út en leiðir bara frá sannleikanum? Það ekki hægt að ofmeta hversu brýnt að viðurkenna þessa þróun sem merki endatíma. Þetta snýst ekki bara vikudag, heldur hverjum við viljum hlýða. Í endanlegum átökum verður það hollustu atriði, þeir sem halda boð Guðs, á móti þeim sem þiggja vald manns. Blekking alheims bræðralags og spiritisma. Sjáðu fyrir þér risastóra samkomu þar sem fólk af öllum trúarbrögðum og uppruna syngur í takt og fagnar jörðinni og öllum undrum hennar. Það tilfinning einingu og gleði þegar þeir lyfta höndum sínum til himins og kalla á bróðir sól og móðir jörð. Þetta fallegt atriði sem talar til hjartans og vekur tilfinningar. En undir þessu myndmáli einingu og sátt leynist dýpri skaðleg fyrirhyggja sem færist lengra en að fagna náttúrunni til að sameina andlega skoðanir undir einni reglíf. Kynning páfa á alheims bræðralagi hefur með þessa fyrirhyggju að gera. Það höfðar til þrá okkar tengsl fyrir samstöðu meðal fólks af öllum kynþáttum, trúarbrögðum og bakgrunni. Og þetta snýst ekki bara að leiða menn saman, heldur nær það til náttúrudýrkunar og hvetur til lotningar fyrir sköpuninni sjálfri. Páfi talar bróður sól og samtengingu allra hluta, þema sem á sér djúpa rætur í spiritisma og náttúrudýrkun, þar sem náttúran dáð sem guðleg. En við verðum að spyrja okkur sjálf, þetta eining sem Biblían talar eða þetta eitthvað allt annað? Spiritismi hefur alltaf reynt að hylja mörkin milli sannleika og villu. Sögulega hefur það verið notað sem tæki til að sameina ýmis trúarkerfi, koma þeim saman undir einn villandi málstað. Biblían varar við þessu í síðara Þessalónikubréfi 2:9-12, þar sem hún lýsir komu lögleysingjans með miklum krafti, lygatáknum og undrum. Þessi fölsku tákn eru hönnuð til að blekkja þá sem neita að elska sannleikann. Efling náttúrudýrkunar og hugmyndin að allar andlega leiðir renna saman í einn algildan sannleika passar beint inn í þessa blekkingarspá. Það sem sérstaklega hættulegt við þessa hreyfingu að hún virðist svo jákvæð, jafnvel göfug. Hver vill ekki sjá mannkynið sameinast í friði? Hver myndi ekki vilja vernda plánetuna? En Biblían segir okkur að Satan sjálfur tekur á sig ljósengils mynd, síðara Korinthubréf 11:14. Það sem birtist sem ljós, það sem virðist stuðla að sátt og einingu, getur oft verið fölsun, dregið fólk frá sannri tilbeiðslu á Guði og inn í falskt alheimskerfi sem blandar saman sannleika og villu. Þegar páfi ýtir undir þetta alheims bræðralag og leggur áherslu á að tengsl okkar við náttúruna sé heilög, þá hann ekki bara að tala fyrir umhverfisvernd, hann að leggja grunn að kerfi sem sameinar allar skoðanir, venjur og trúarbrögð undir einu fölsku flaggi. Þetta blekking sem lítur aðlaðandi út að utan, en dregur fólk inn í andlega ringulreið. Í Opinberunarbókinni 13, 16 og 17 varar Biblían við þeim tíma þegar trúarleg og borgarleg völd sameinast, framfylgja tilbeiðslu og fyrirskipa trúarskilmála með efnahagslegu og félagslegu eftirliti. Og það lætur alla, smáa og stóra, auðuga og fátaka og frjálsa og ófrjálsa, setja merki á hægri hönd sér eða á enni sín og kemur því til leiðar að enginn geti keypt eða selt nema hann hafi merkið. Þessi spádómur bendir á að fram mun koma vald, þar sem trúarlegt vald í yfirlýsingum páfans fléttast saman við borgarleg umboð sem knýja heiminn til samræmis. Þegar við sjáum páfan tala fyrir alheims bræðralag og tilbeiðslu
sem felur í sér lotningu fyrir sköpuninni, þá snýst þetta ekki bara umhverfismál, það merki þennan spámanlega samruna. Ásóknin í alþjóðlega einingu og andlega einingu undir páfakerfinu bein uppfylling þessara spámanlegu viðvarana. Merki þessa valds verður ekki aðeins líkamlegt tákn, heldur spurning hollustu, val á milli þess að fylgja boðorðum Guðs eða fara að mannlegum skipunum. Þetta þar sem hinir trúuðu verða að vera vakandi. Biblían kallar okkur til að vera kænir sem höggormar og falslausir sem dúfur. Matteus 10:16. Við þurfum að greina hið sanna ljós Krists frá fölsuðu ljósi spiritisma og alheims bræðralagi. Guð hefur gefið okkur táknin og það á okkar ábyrgð að viðurkenna þau og velja að standa staðföst í sannleika hans. Ef þú trúir á að standa fast á sannleika Biblíunnar, skrifaðu aðeins Kristur leiðin mín í athugasemdunum hér að neðan. Það ekki bara yfirlýsing, það skuldbinding að vera trúfastur innan heim sem gengur hratt í átt að falskri einingu. Ég hveti til að halda áfram að fylgjast með og taka þátt í þessari áframhaldandi könnun á Biblíu spádómum og atburðum líðandi stundar. Þetta ekki bara sögur af fortíðinni, þetta þróun sem á sér stað fyrir augum okkar og skilningur okkar á þessari þróun lykilatriði til að standa staðföst í trúnni. Í lokin mundu eftir Jóhannes í 8:12 þar sem Jesús segir: Ég ljós heimsins, sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Í heimi fullum af villandi ljósi og fölskum fyrirheitum einingu skulum við halda í hið sanna ljós, Jesú Krist. Við skulum biðja styrk, dómgreind og hugrekki til að standa staðfastir í sannleika Guðs, jafnvel þegar heimurinn færist í átt að einingu sem stangast á við orð Guðs. Faðir á himnum, við þökkum þér fyrir orð þitt og fyrir skýrleikan sem þú gefur í spádómum Biblíunnar. Gefðu okkur visku til að greina sannleika frá blekkingu og styrk til að standa staðföst á boðorðum þínum, jafnvel þegar heimurinn færist í aðra átt. Hjálpaðu okkur að halda fast við ljós Krists og vera trú sama hvað það kostar. Í Jesú nafni. Amen.